Góðan og margblessaðan daginn, ég heiti Axel Sigurðsson, ég í námi í matvælafræði við Háskóla Íslands. Ég ætla að byrja á að vekja athygli á opnunarmyndinni sem við sjáum hérna. En þetta sem við sjáum þarna, þetta er vara sem heitir Sperification og þið sjáum hann rosalega oft í daglegu lífi. Þannig að ef við til dæmis lítum á myndina af sushiinum, þá er ekta vara sem er framleidd í gegnum efnafræði, það er þessi gervi kavíar. Þetta er eitthvað sem þið komist öll í kynni við dagstaglega, á þess kannski áttu ykkur á því að það séu matvælafræðingar sem eru bak við þetta. En þess vegna ætla ég að byrja á að segja að ef þið hafið áhuga á nýsköpun, rannsóknum, vöruþróun hvers konar, gæðastýringu eða eftirliti innan fyrirtækja, að tryggja það að matvælin sem við erum að borða dagstaglega séu örugg og til neyslu, eða ef þið hafið bara áhuga á tengslum uppruna og menningu í mat. Ef þið hafið áhuga á hvernig iðnaður og nám fléttast saman, þá er nám í matvælafræðinni fyrir ykkur. Mér finnst það skemmtilegt að það er hundleiðilegt að byrja á að vera að tala bara einhver stíma ramma. Þannig að ég langar helst að byrja á að tala þessa skilgreiningu. Það er allir að tala þetta, það vilja allir náttúrulega vöru. Og ég hef sjálflega ofboðslega gaman af þessu. Að vilja allir þessa náttúrulega vöru og saman tíma og náttúrulega vara er svo óljóst hugtak. Sá skilningur sem fólk að leggja í að það sé náttúrulegt, það er að engin litarefni, engin bragðefni, engin sætuefni, bara óunnin, þá spyr ég á móti upp á hvaða marki má vara að vera unnin. Er mjólk hægt að vera náttúruleg ef ég gerist neðina? Hvað eru mörkin? Geta snyrtivörur verið náttúrulegar? Það eru mikið unnar ef við förum út í það. En lagalega séð, og þetta segi ég eftir að hafa tekið námskeið í matvælalöggjöf sem var erlendis og það var ofboðslega skemmtilegt. Lagalega er ekki til skilgreining að náttúrulegri vöru. Þannig að það sem þið sjáið þarna er ekkert með markaðssetning og mér finnst hún algjör snillt, ef ég á að segja eins og er. En viðfangsefni námsins í matvælafræðinni, og þá ætla ég bara að tala grunnnámið og það sem ég sjálfur er þar. Það er ofboðslega mikil áhersla á nýsköpun. Það er rannsóknir og kennslan er stórkostleg og hún er ástæðan fyrir því að ég er enn í námi. Þetta er fjölbreytt nám sem býður upp á mjög mikla starfsmöguleika eftir útskrift og eiginlega bara meðan námi stendur, svo núna ég er að klára annað árið og það er búið að hringja mig 3 og bjóða mig vinnu. En þetta er útúrdúr. Masterinn í matvælafræðinni, hann er síðan alþjóðlegt nám þannig að hann fer fram á ensku. Og fyrir mitt leyti er hann ofboðslega spennandi. Áhersluna sem við sjáum í okkar námi, það er tala öryggi í matvælaframleiðslu, það er verið að tala gæðin. Gæði eru mjög vítt hugtak. Það er að tala næringagildið, við talum hvernig við dreifum matvælum, hvernig eru birgðakeðjurnar. Og ég vil eiginlega vekja athygli á, ég valdi þessa mynd sérstaklega sem þið sjáu hérna þessu kaffibönum, að þegar við rista kaffibönir, þetta er ekki bara að vera að rista, þetta er efnahvar sem fer í gang, sem skapar þessa lykt og þetta bragð og hana lit. Þannig að það er hægt að læra þetta allt. Og það er hægt að leika með þetta ennþá meira þegar þú veist hvað það er með höndunum. En ég ætla aðeins að tala líka svona matvælafræðina í kjarnan. Matvælafræðin er fræði og vísindagrein og hún byggir á raunvísindagrunni og verkfræði. Matvælafræðin er þverfagleg og við erum að læra greinar eins og matvælaefnafræði, matvælavinnslu, verkfræði, örverufræði, næringafræðina, skinnmat, líftækni og vöruþróun. Og þetta hljómar rosalega fjölbreytt og þetta er það enda líka þegar þú þarft að hafa svo margt í þinni verkfærakistu þegar það kemur að því að skapa nýja vöru. Eða þú ætlar að taka gamla vöru og ætlar að breyta henni, eða þú ætlar að breyta og stíla inn á nýja markað, eða kannski ef þú hefur einhver geggjað hugmynd og fer af stað með eigið fyrirtæki eða eitthvað annað. Inntökuskilyrðin til að koma inn í matvælafræðina eru stúdentspróf eða eitthvað sambærilegt. Það er ég skal segja ekki æskilegra en það er þægilegra að vera með grunn á náttúrufræðibraut eða eðlisfræðibraut af því að það kemur til með að hjálpa af því að það er þó nokkuð af efnafræði og lífefnafræði í matvælafræðinni af því að þetta er allt í grunninn efnafræði og lífvísindi. Hérna sjáum við hjá mér eitthvað skemað af áfengunum sem við erum að taka á hverju ári. Og það er á hverju einustu önn eru sjúklega skemmtilegir áfangar.
Þetta er áfangar sem hjálpa manni til að halda manni gangandi, að þessi grunn áfangar sem eru, þessi minni áfangar sem eru 6 ektur, þeir eru kannski ekki álega heillandi og þegar þú ferð yfir skinnmat eða matvæla örvurufræði eða matvæla eðlisfræði matvæla, það eru mjög áhugaverðir og praktískir áfangar þegar þeir eru tengdir af deildinni svo vel inn í raunveruleikann. Að þú ert ekki bara með þetta pappír, þú ferð líka, þú sérð hvaða breytingar þú ert að gera í mat, hvað áhrif hann hefur. Þetta er ekki bara gera svona blaði og búið. Þetta er svo miklu meira en það. En á hverju einasta ári, eins og ég segi, það eru mjög skemmtilegir og áhugaverðir áfangar og svo er fullt af val áfangum. Og helstu kannski áfangar sem að nemendur velja og eru næstu allir sem hafa valið það hingað til. Það er vista nýsköpun á matvælum. Það sem við förum þá, þessi annars eða þriðjársnemar í matvælafræðinu, við erum að skapa nýja vöru frá grunni. Og við förum í innanlandskeppni hér á landi, keppum okkur á milli hver hefur bestu hugmyndina og praktískustu. Og sigurvegarinn í innanlandskeppninni, hann fer síðan út til Evrópu og keppir í mjög stóri keppni á heimsvísu sem heitir Ekotrofilia, sem er einmitt akkurat það sama. Það er vista nýsköpun á þessum matvælum. Og þannig að þetta er það svið og þessi áfangi, hann bara meðal margra annar áfanga sem byggir þig upp í að verða frumkvöðull eða hvað sem þú vilt verða. Hérna er síðan bara brot á þeim BS-ritgerðum sem að nemar hafa verið að gera. Og þetta er eftir því í raun og veru hver þinn bakgrunnur er, hvað þú tekur í þína ritgerð. Hvort þú tekur eitthvað sem er tengt fisk eða sjávarútvegi, hvort þú tekur eitthvað sem er tengt mjólk, kjöti, þörungum, ávaxtasafa, grænmeti, þetta er bara allt undir þér komið og hvað þinn áhugi liggur. Þannig að ef þér finnst það vanta eitthvað á markaðinn, þá myndi ég segja að matvælafræði væri fyrir þig, að því að í lífinu það er enginn að fara að gera neitt fyrir þig, maður verður að gera það sjálfur. Ef þú vilt segja einhverju vöru, komdu og skapa hana sjálfur. Það eru endalaust tækifæri að námi loknu. Við erum flest komið með vinnu fyrir útskrifta, það er mikil vöntun á matvælafræðingum á íslensku vinnumarkaði. Þetta er ofboðslega fjölbreytt vinnuumhverfi. Við erum næstu í allstaðar, af því að við fáum líka svo ofboðslega góðan grunn í deildinni til að fara að gera nýtt. Og í þessari vinnu, að þegar við erum að vinna með mat og þurfa allir mat nokkur sinnum á dag, þá er mikið starfsöryggi innan þessara stéttar. En þetta er svo sem, það sem ég langar líka að benda á er, ef við fyrir að hugsa út í að núna hefur matarneysla breyst ofboðslega. Hvað verður á diskunum okkar eftir 10 ár? Verður þetta hérna sem dæmi? Þetta er hérna novel food, þetta eru sumir eru blása þetta rosalega upp, sumir halda þetta verði ekki neitt, þetta eru þá skordýraneysla, verða þörungar kannski freka framtíðin. Við erum nú þegar hér innanlands að framleiða þörungar til matvælavinnslu. Þetta er mjög spennandi framtíð og raun og veru veit enginn hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Þetta er komið á mér, ég þakka kærlega fyrir. Og ef það eru einhverjar spurningar, ekki hika við að senda á netfangi sem þið sjáu hér. Annars bara þakka kærlega fyrir mig og vonandi sjáumst við í haust.